Ég veit þú kemur í kvöld til mín og kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orð þín ef annað segja stjörnur tvær. Og þá mun allt verða eins og var, sko áður en þú veist. Og þetta eina sem út af var, okkar á milli friðilegs. Og seinna þegar tunglið hefur tört langan veg, Þá tölum við drauminn sem að elskum þú og ég. ég veit þú kemur í kvöld til mín og kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orð þín ef annað segja stjörnur tvær. Og seinna þegar tunglið hefur tört langan veg. Gestir og vinir, innilega velkomin hingað á þessum merkilega degi þar sem við minnumst þess að í dag eru 40 ár frá upphafi eldgossins á Heimaey. Við hlýttum hér áðan á hið fallega lag Oddgests Kristjánssonar Heima og við þökkum nú Vestmannaeyja kærlega fyrir hann fallega flutning og gefa þau gott klapp. Þar á eftir
eftir var leikinn tilkynning frá Almannavörnum sem Pétur Pétursson fréttamaður las gosnóttina Örlagaríku fyrir 40 árum síðan. Fyrir mig, lítil strák úr Breiðholtinu, er þessi ótrúlega atburður vel lengi mjög fjarlægur. Minningin hálfbólstrað sófasett í stofunni heim í Breiðholtinu, þar sem faðir minn fór eins og margir aðrir iðnamenn til Vestmannaeyja, var það eitthvað sem ég var sagt frá og hafði óljósa minningar Í þau rúm 11 ár sem ég hef hér búið, hef ég áttað mig betur á því hversu ótrúleg þessi saga þessi björgun og hvernig samstæðan sem einkennt hefur Eyjamenn og Eyjafólk fyrir og eftir þessa örlagaríku nótt skipti þá sköpum í þessum hamförum sem yfir Eyjan okkar fögru gengu. Bæði hvað var það björgunina sjálfa, svo hreinsunarstarfið og síðast en ekki síst enduruppbygginguna sem kom í kjölfarið. Við ætlum hér í kvöld að minnast þessa atburðar, einurð Eyjafólks, stuðnings annarra landsmanna og ríkisins, mikið að hjálpa frá fjölmörgum erlendum ríkjum og einstaklingum við að halda hér áfram byggð í Vestmannaeyjum. Og á grunni þess stórkostlega starfs byggjum við okkar samfélag sem við þekkjum í dag. Dagskráin hér í kvöld tiltölulega einföld. Það verða hér ávörp frá bæjarstjóra okkar Elliða Vignissyni, sendiherra Bandaríkjanna og sendiherra Noregs, auk nokkurra tónlistatriða og ég ætla að byrja því að bjóða bæjarstjóra okkar góða Elliða Vignisson að gjöra svo að koma upp og flytja hér ávörp. Elliði, gjör svo vel. Ég vil að lýsa þeim tilfinningum sem að í brjósti mér bærast á þessum tímamótum. Einungis andrá skilur að líðandi stund og þess að 40 ár voru síðan að eldgos hófst hér á Heimaey. Ég veit þú kemur í kvöldinu þó kveðjan væri stutt í gær. Ég trúi ekki á orðin ef annað segja stjörnur tvær Og þá